Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 11. júní árið 2019 og settur 1297. fundur bæjarstjórnar á Akranesi. Hér eru mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar: Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og stýrir fundi, Karítas Jónsdóttir, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í fjarveru Elsu Láru Arnardóttur bæjarfulltrúa, Þórður Guðjónsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í fjarveru Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur bæjarfulltrúa, Kristinn Hallur Sveinsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í fjarveru Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttur bæjarfulltrúa, og þá eru hér bæjarfulltrúarnir Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem sér ritun fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við förum í fyrsta mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 19.06.055. Þetta kosning í ráð og nefndir á árinu 2019. Og hér að ræða kosningar og tilnefningar í ráð samkvæmt samþykktum stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar. En samkvæmt samþykktum stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar skal kjósa til eins árs 3 aðalmenn og 3 til vara í bæjarráð, skóla- og frístundaráð, skipulags- og umhverfisráð og velferðar- og mannréttindaráð. Og þetta eru nokkur skipti sem við þurfum hér að taka afstöðu í kosningum, og við förum í fyrsta lagi í bæjarstjórn, og þar að ræða kosningu forseta til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarsköp Akraneskaupstaðar, og fram kom tillaga að Valgarður L. Jónsson verði áfram forseti bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki. Þeir sem samþykkja þessa tillögu, það samþykkt 9-0. Þá það í öðru lagi kosning fyrsta varaforseta bæjarstjórnar til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarsköp Akraneskaupstaðar, og fram kom tillaga að Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir verði áfram fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Þeir sem samþykkja þessa tillögu gjöra svolítið á merki, og það samþykkt 9-0. Þá það kosning annars varaforseta bæjarstjórnar til eins árs, og fram komin tillaga að Einar Brandsson verði áfram annar varaforseti. Eru aðrar tillögur? Svo ekki. Þeir sem samþykkja framkomna tillögu gjöra svo vel, það samþykkt 9-0. Þá það í öðru lagi bæjarráð, og hér að ræða kosningu 3 bæjarfulltrúa sem aðalmanna og 3 varamanna til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarsköp Akraneskaupstaðar, og tillaga að aðalmenn verði án breytinga. Það Elsa Lára Arnardóttir verði formaður, Valgarður Lyngdal Jónsson varaformaður og Rakel Óskarsdóttir aðalmaður. Eru aðrar tillögur? Svo ekki. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gera svolítið á merki. Það samþykkt 9-0. Og þá það varamenn í bæjarráð, og fram komin tillaga að þeir verði eftirfarandi: Ragnar B. Sæmundsson, Gerður Jóhannsdóttir og Ólafur G. Adolfsson. Eru aðrar tillögur? Svo ekki. Þeir sem samþykkja þetta gera svolítið á merki. Það samþykkt 9-0. Þá það kosning í skóla- og frístundaráð, og tillaga gerð að aðalmenn verði Bára Daðadóttir sem verði formaður, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir verði varaformaður og Ragnar B. Sæmundsson aðalmaður. Þeir eru fleiri tillögur? Svo ekki. Þeir sem samþykkja þessa tillögu, það samþykkt 9-0. Og
varamenn í skóla- og frístundaráð. Tillaga er gerð að þeir verði Kristinn Hallur Sveinsson, Þórður Guðjónsson og Líf Óse Skarstad. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki. Þessi samþykkja framkomna tillögu. Það er samþykkt 9-0. Þá er það skipulags- og umhverfisráð og tillaga er gerð að aðalmenn í skipulags- og umhverfisráði verði Ragnar B. Sæmundsson, Ólafur G. Adolfsson og Gerður Jóhannsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki. Þessi samþykkja þessa tillögu gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Og þá er gerð svohljóðandi tillaga varamenn í skipulags- og umhverfisráð. Að varamenn verði Karítas Jónsdóttir, Einar Brandsson og að Kristinn Hallur Sveinsson verði varamaður í skipulags- og umhverfisráði frá 11. júní til og með 30. september 2019 en Ása Katrín Bjarnadóttir frá 1. október 2019 og þar til kosning í ráðunefndi fer fram í júní 2020. Eru aðrar tillögur varamenn? Svo er ekki. Þessi samþykkja þessa tillögu gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það kosning í velferðar- og mannréttindaráð og tillaga er gerð að aðalmenn verði þar Gerður Jóhannsdóttir sem verði formaður ráðsins, Einar Brandsson verði varaformaður og Anna Þóra Þorgilsdóttir verði aðalmaður. Eru aðrar tillögur skipan velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki. Þessi samþykkja þessa tillögu gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Og tillaga varamenn í velferðar- og mannréttindaráð. Tillaga gerð að Ívar Orri Kristjánsson verði varamaður í stað Báru Daðadóttur. Kristjana Helga Ólafsdóttir verði varamaður og að Alma Dögg Sigurvinsdóttir verði varamaður í stað Ragnars B. Sæmundssonar. Það er að varamenn í velferðar- og mannréttindaráði verði Ívar Orri Kristjánsson, Kristjana Helga Ólafsdóttir og Alma Dögg Sigurvinsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki. Þessi samþykkja þessa tillögu gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er hér að lokum kosning eða tilnefning varamanns í stjórn Sorpurnar Vesturlands en bæjarstjórn Akraness samþykkti á fundi sínu nr. 1284 þann 11. desember 2018 beiðni Stefáns Þórs Þórðarssonar varabæjarfulltrúa tímabundið leyfi til árs. Nýtt kjörbréf var í framhaldinu gefið út af yfirkjörstjórn til Karls Jóhanns Grens varabæjarfulltrúa til 1 árs en gerð er tillaga að Karl Jóhann Grens taki sæti sem varamaður í stjórn Sorpurnar Vesturlands í stað Stefáns Þórs Þórðarssonar og fulltrúar Akraneskaupstaðar í stjórn Sorpurnar Vesturlands verði því Sævar Jónsson, Óli Jakob Bolden og varamenn verði Karl Jóhann Grens og Karítas Jónsdóttir. Eru aðrar tillögur skipan í stjórn Sorpurnar Vesturlands? Er ég að fara með eitthvað vitleysu? Já, ég held að þetta víksla. Víksla, ég er aðalmaður og Óli. Ok. Forseti stendur hér og getur ekki annað og hefur verið leiðréttur. En skipanin verði þá svo að aðalmenn verði Sævar Jónsson og Karítas Jónsdóttir en varamenn Óli Jakob Bolden og Karl Jóhann Grens. Eru aðrar tillögur? Þessi samþykkja þessa skipan gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er fyrsta lið þessara dagskrár lokið og við förum í annan dagskrárlið. Hann hefur málsnúmerið 19.06.065 umboð til handa bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar og gerði tillaga að
bæjarstjórn samþykki að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði þriðjudaginn 27. ágúst næstkomandi og bæjarráði verði falin fullnaðar afgreiðsla mála í samræmi við 50. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar. Og orðið laust þessa tillögu og það grípur enginn það orð, þannig að þessi tillaga þá borin upp til atkvæðis. Þessi samþykkja hana gjör svo að gefa merki og hún samþykkt 9-0. Þá förum við í þriðja fundalið með málsnúmeri 1901-005. Þetta eru fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér lögð fram 3375. fundagerð bæjarráðs frá 31. maí 2019 og orðið laust þessa fundagerð. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða ef einhverjir eru eða tímanum sínum í þetta í blíðunni, kannski í sólbæði. Þetta var langur og strangur fundur í bæjarráðinu. Ég ætla einungis að fara yfir eitt mál hér og vaninn að formaður ráðsins, Elsa Lára Arnardóttir, hefur svona reifað þessar fundagerðir í upphafi fundar en ég ætla nú ekki að taka það af henni. En ég langar að ræða 7. lið. Atvinnumál, ber þessi fundarliður nafn. Þarna kemur fram tillaga bæjarstjóra aukningu sérfræði aðstoð vegna atvinnuuppbyggingu á Akranesi og tilfærslu á fjármunum og fleira. Ég ætla bara að lýsa ánægju minni með þessa lendingu í þessu máli og að bæjarstjóri og þeir sem að sitja með mér í bæjarráðinu, Valgarður Líndal Jónsson og Elsa Lára Arnardóttir, séu komin á þannan vagn sem að ég svo sem barðist fyrir þegar við vorum að tala ráðningu atvinnumála fulltrúa á síðasta ári. Þá benti ég á það að það þætti kannski að fara betur á að nýta fjármunina og kaupa út einhvers konar ráðgjöf til verkefna sem að lægju fyrir. Það erfitt að koma inn í tímabundið starf og eins og þarna var í rauninu 2 ára ráðning og var samþykkt þá í bæjarráðinu. En ég held að fráfarandi starfsmaður hafi samt sem áður gert rosa vel. Hún vann á nokkrum verkefnum sem að hún kom með inn í bæjarráðið sem að við eflaust eftir að vinna áfram með. En ég vildi bara benda á það í það sem ég bókaði á þessum fundi og alltaf svo sem ekkert að lesa hana, hún svolítið löng. Það sem ég ítreka það bara að ég bókaði á fundi 30. ágúst 2018 þar sem að mér fannst betur fara á að reyna að nýta atvinnuráðgjafa, til dæmis hjá SSV, efla það samstarf og þá aukningu sem þeir hafa sýnt í rauninu með viðveru og opnum skrifstofu hér á Akranesi. Og það væri bara gaman líka að vita hvort að við séum að því í dag, hvort við séum í stöðugu sambandi við þessa aðila sem koma hingað. Erum við nú duglega að kalla eftir fundum eða leita eftir aðstoð af því að það hægt að fá í rauninni helling framlag frá SSV og í ákveðin tíma endurgjaldslaust og við að nýta okkur það. En annars þá ætla ég bara að koma hér upp og lýsa ánægju minni að það eigi að nýta þessa fjármuni til hins ýtrasta og að finna þá fagfólk í afmörkuðum verkefnum, til að mynda Guðlaugina eða Sementsreitin eða einhver verkefni sem á teikniborði bæjarstjórnar og bæjarstjóra. Þannig að ég ætla bara að koma hér upp og þakka fyrir þetta.
Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri ágætu bæjarfulltrúar, já, langaði að þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur fyrir þetta innlegg. Já, það kom þarna inn fyrirspurn í þessu hvort við varum að nýta okkur fulltrúana hjá SSVAF eða atvinnuráðgjafana sem eru þar. Það er svona reynsla mín að þessir aðilar hafa helst verið notaðir hjá svona yngri fyrirtækjum og startup fyrirtækjum og svo líka þeim sem að eru að sækjast eftir styrkjum hjá SSVAF af því að þeir eru auglýstir einu sinni árið eða svo og þau fyrirtæki sem hafa verið að sækja þangað hafi þá verið að leita til þeirra með í rauninni ráðgjöf hvernig þeir eru að bera sig að við að sækja þá styrki. Svo eru einstaka tilfelli þar sem að þau eru að veita ráðgjöf líka hvernig á að sækja aðra styrki sem eru í boði hér á landi. En svona reynsla mín er hins vegar að svona það sem maður getur talað established, ég nú ekki að finna alveg svona fyrirtæki sem eru búin að vera lengur í rekstri, að þau eru nú frekar að leita til bæjarstjóra og vilja fá svona einhvers konar leiðbeiningu með ýmis úrræði sem að rótgróin er ábendingin established, rótgróin fyrirtæki. Það er eiginlega frekar að þau séu að leita beint til bæjarstjóra og ræða þá ýmsar áskoranir og vinkla sem að þau eru að vinna með og eru þá ekki að leita til þessara einstaklinga. Ég vona að þetta svari spurningunni hvað þetta varðar. En annars er ég bara að fagna því að við erum með gríðarlega mikið af tækifærum hér á Akranesi og ég held að svo ég taki undir orð bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur vinnu Sigríðar sem var verkefnastjóri atvinnumála að við getum byggt ofan á það sem hún var búin að undirbúa og erum með nokkur mjög spennandi tækifæri fyrir framan okkur. Bæði í tengslu við ferðamannaiðnað, sjávarútveg, gagnaver, heilsutengda uppbyggingu í atvinnuuppbyggingu sem meðal annars það sem hún kom að. Það eru möguleikar hér á uppbyggingu sem að tengjast krabbaveiðum, svo ég minnist á sérstaklega afmörkuð verkefni og ég er nú örugglega að gleyma einhverju en við ætlum okkur að hrinda í framkvæmd mörgu af því sem að þarna kom fram og ég er sannfærður það að fjármunum úr því sem komið er langbest varið einmitt með þessum hætti sem að hefur hér verið bent á að við getum náð árangri hraðar að minnstakosti með þessari leið sem við valið nú. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri Sævar Freyr. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundakir bæjarráðs? Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra Sævari Freyr Þráinsssyni fyrir sitt svar. Ég held að það félst bara í þessu tækifæri fyrir okkur til þess að efla þetta held ég enn frekar. Að því ég er nú aðeins eldri en 2 vetra í þessu SSVAF samstarfi að þá er þetta samningur sem er gerður við Byggðastofnun. Og Byggðastofnun lætur atvinnuráðgjafana í landshlutunum til fé til þess að sinna breiðum hluta, ekki bara startup. Það kannski tengist bara í rauninni inn á nýsköpunarstyrkina og slíkt. Og þeir hafa verið, svo ég muni til, verið að aðstoða sveitarfélög í beinum verkefnum og fyrirtæki og ég veit að stöðug fyrirtæki líka hér á Akranesi rótgróin hafa líka verið að sækjast eftir
vinnu hérna hjá atvinnuráðgjöfum SSV, þannig að mér langar bara svona fróðleiksmóli inn í þetta og hérna vona ég bara að við reynum að efla þetta samstarf við SSV frekar. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Svo er ekki og er þar með fundargerð bæjarráðs númer 3375 lögð fram til kynningar. Fjórði liður á dagskrá þessa fundar hefur málsnúmerið 19.007. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2019 og hér er lögð fram 107. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 4. júní síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð og það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Það eru tveir liðir sem ég langar að tala aðeins hérna í fundargerð skóla- og frístundaráðs. Fyrst er það annar liður fundarins en starfshópur framtíðarþörf leikskólapláss á Akranesi skilaði skýrslunni sinni og mér langar að nota tækifærið og þakka þeim sem voru með mér í starfshópnum fyrir gott samstarf. Mér langar bara að fagna hérna líka bókun skóla- og frístundaráðs en í bókun segir meðal annars löng bókun þannig að ég ætla bara rétt að fá að segja smá hérna. Skóla- og frístundaráð leggur til í ljósi niðurstaðna starfshóps að byggður verði nýr leikskóli sem byggir á þarfagreiningum með hagsmunaaðilum. Ráðið leggur einnig til að leiðir verði skoðað til að bæta starfsaðstæður barna og starfsfólks í eldri byggingum leikskólana. Og svo er það 5. liður fundarins en það er fjallað aukið samstarf Akraneskaupstaðar og FFA. Undanfari þessa er að sá að við ráðsmenn í skóla- og frístundaráði fórum á fund ásamt bæjarstjóra með starfsfólki FFA þar sem rætt var hugmyndir bæjarstjórnar að Akraneskaupstaður myndi reka FFA. Það verður rekstraraðilinn. Á þeim fundi var ýmislegt rætt og þetta var bara mjög góður fundur. Og á þessum fundi komu upp hugmyndir meðal starfsmanna FFA aukið samstarf FFA og Akraneskaupstaðar. Og niðurstaða umræðunar á fund skóla- og frístundaráðs var sú að sviðsstjóra er falið að móta tillögu aukið samstarf grunnskólana og FFA og eru það fyrstu skrefin í því. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er aðeins forvitin að því vorum að ræða hér samstarf grunnskóla og framhaldsskóla og hlustaði ég á viðtal núna helgina. Þetta hafi verið í vikulokunum á laugardaginn. Nei, ætli það hafi ekki verið í rauninni bara Sprengisendi hreinlega sem ég hleraði þetta á sunnudeginum, eldsnemma morguns. Þar var viðtal við ráðherrann og hann ræddi það að það væri eitt sveitafélag sem væri komið óvenju langt í samstarfi grunnskóla og framhaldsskóla og ég hef svona kannski forvinnast það hvort að við höfum þekking á því hér inni hvaða sveitafélag þar að ræða. Já, takk bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem okkur hlýða, bara góð spurning, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, ég bara veit það ekki. Skulum bara, kannski reyna að finna eitthvað út úr því, bara spennandi. Gætum það kannski, já, gætum kannski lært af því. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Við erum ennþá að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Eru fleiri sem óska eftir að ræða hana? Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Langar aðeins að koma hérna inn á annan lið, er það ekki, skýrsla starfshópsins, og ég ætla að byrja á að nota tækifærið og þakka fyrir þá vinnu sem að þar hefur verið unnin og þeim sem að því koma, en mér langar samt aðeins að tjá mig þetta, því að það sem að mér fannst í rauninni vanta og mig mun vanta, og ég vona að það komi þá inn í þeirri vinnu sem að hvernig var orðað að við fagaðilar eða hagsmunaaðilar átt að gera þarfagreiningu og svo mun þetta koma fram ábyggilega aftur við fjárhagsáætlunina í haust, þessi umræða. Það sem mig vantar í rauninni til þess að geta tekið einhver afstöðu, og ég er búinn að koma því á framfæri við mitt fólk allavega. Mér langar aðeins að koma inn á staðarvalið sem kemur fram í áliti starfshópsins staðsetningu á nýjum leikskóla. Ég sé ekki í rauninni í skýrslunni nein rök sem segja mér það að hann eigi að vera í skógahverfinu. Getur vel verið að hann eigi að vera þar, en mér finnst í rauninni að það þurfi að fylgja tölur yfir árgangana sem er að koma og fara. Ef að ég legg saman þær tölur sem ég sé í skýrslunni, að þá höfum við pláss fyrir 441 einstakling í leikskólunum, en á síðasta ári vorum við með 442, sem er rauninni þá einu meira. Ef ég skil rétt að þá eru í þeim 4 árgangum sem að við höfum tryggt að eigi að fá leikskólavist, þá eru 384 í þeim árgöngum sem að voru síðasta vetur. Úr þeim hópi fara 103 en koma inn 94, og það segir mér að í þessum 4 árgöngum næsta vetur verða 375. Þannig að við erum með 66 pláss umfram það, og við erum búin að ákveða það að taka nokkra yngri einstaklinga inn og allt gott það. En mér finnst vanta í rauninni og hvernig þróunin hefur verið í árgöngunum versus þessa fólksfjölgun, því að í skýrslunni er talað það að það sé ákveðin fólksfjöldi og ákveðin fólksfjöldaspá, en í rauninni engin spá það hvað verða margir einstaklingar í hverjum árgangi. Þegar ég var í barnaskóla þá voru við cirka 100 í árgangi, og það eru tölvöld mörg ár síðan, og þá voru við, ég man rétt, innan við 5.000 íbúar á Akranesi. Þannig að nú þegar við erum 7.400 þá erum við ennþá með cirka 100 í hverjum árgangi. Þannig að það segir mér að það er í rauninni ekkert samhengi á milli fólksfjölda og fjölda í árgangnum. Þannig að þetta þyrfti að vera vitað, og svo er eitt sem að mér finnst vanta að þurfa að koma. Það er
hvar búa þessir einstaklingar sem að fara að sækja leikskólan okkar. Leikskólaplásið á því svæði sem tilheyrir Brekkubæjar skóla, þar sem að við skiptum bænum í rauninni í 2 skólahverfi. Við erum með, held ég, cirka, 30-33% af grunnskólabörnum í því hverfi. Og það mætti alveg leiða því líkum að það væri svipað magn af börnum á leikskólaaldri, en við erum með pláss fyrir cirka 17% af leikskólabörnum á því svæði á Tegaseli. Þannig að ef við ætlum að fara að byggja upp í Semensveitnum, þá munu öllum líkindum fjölga börnum á því svæði sem við segjum að sé niðurskaginn. En ef við ætlum að byggja skóla upp í skógahverfi og við erum í sjálfu sér að fjölga það líka, þannig að það getur vel verið að niðurstaðan verði svo að við byggjum í skógahverfinu. En þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að flutningur á fólki og börnum upp í skógahverfi og svo þá aftur niður eftir í bæ, því að það er nú þannig að flest atvinnufyrirtækin eða vinnustaðir, þeir eru nú flestir hérna á neðri hlutunum. Þannig að það verður svolítið trafík upp eftir og svo aftur niður eftir. Þannig að mér finnst vanta þessa skoðun á því hvar fólk býr, og svo er hitt að ef við byggjum í skógahverfinu, komumst að þeirri niðurstöðu að þar eigi skólinn að vera og það verði eins og rætt 6 deilda skóli, og þó við setjum Vallarsel, var það ekki, sem er 3 deilda þar inn, að þá erum við ennþá með 3 deildir sem við þurfum að fylla, og þá er það spurningin hvað mun það taka langan tíma, því við munum ekki byggja annan leikskóla niður í bæ á sama tíma og við erum kannski með eina deild sem svarar því lausa upp í skógahverfi. Þannig að mér finnst þessa umræðu vanta í þessa framhaldsvinnslu sem við förum í núna, og ég tók sérstaklega eftir því að skóla og frístund þau taka fram í rauninni ekki neitt staðarval á leikskólanum í sinni bókun. Þannig að ég hvet okkur til þess að skoða þetta og þegar verður farið í þessa þarfagreiningu að það verður tekið tillit til þess að við séum ekki með of mikið transport af fólki fram og tilbaka upp í skógahverfi. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Og svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp með alveg rosalegt magna spurningum. Ég veit ekki, ég ætla að reyna að svara ykkur hluta þeim. Vissulega vantar kannski upplýsingar inn í skýrsluna, en í bókuninni með leyfi forseta sem fylgdi frá skóla- og frístundaráði stendur: skóla- og frístundaráð felur sviðsstjóra skóla- og frístundarsviðs að leggja mat á áætlaða þörf fyrir leikskólapláss næstu 5 árin byggðum þeim upplýsingum sem koma fram í skýrslu starfshópsins. Jafnframt er sviðsstjóra falið að afla upplýsinga búsetudreifingu barna á leikskólaaldri og spá fyrir þróun hennar. Umbeðin gögn fylgja tillögu skóla- og frístundaráðs byggingu nýs leikskóla inn í bæjarráð. Þannig að vissulega er verið að kalla eftir þessum upplýsingum og það náttúrulega eru nauðsynlegar eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson bendir á. Með staðavalið hluti af því að við bókum ekki þetta, að þetta er náttúrulega
þarna kemur pólitíkin inn. Þarna verður pólitíkin svolítið að segja hvar viljum við byggja. Í mínum huga er skynsamlegast að byggja frá. Þar er skipuleg lóð fyrir leikskóla, grunnskóla og þar getum við byrjað sem fyrst. Við þurfum að byrja leikskóla fljótlega. Við höfum ekki mjög mörg svæði niður frá. Við gætum möguleikarnir sem við höfum er að fara á Semisreitin. Það er flott svæði, dýrt svæði og það er í dag skipulagt sem íbúðabyggð. Við gætum farið á Merkutúnið. Það er viðkvæmur staður. Þar var fótboltinn til í hugum hans sem margra. Við gætum farið við svæðinir á Ægisbraut, þannig þar er önnur starfsemi fyrir. Þannig að ef við ætlum að byrja á leikskóla fljótlega, þá er eini staður hann meðfrá. Samkvæmt tillögunni þá er reiknað með að við lokum Garðaseli. Garðaseli verður nýtt undir grundaskóla, þannig í raun og veru erum við að fjölga 3 deildir. Þannig að transportið yrði held ég alltaf svipa þá í hinu áttina ef við byggðum niður frá. Ef við færum út í það að loka Garðaseli, ef við lokum ekki Garðaseli, þá þurfum við þá líka að fara út í einhverjar framkvæmdir við grundaskóla, vegna þess að þar sannarlega vantar pláss. Hvað var nú meira? Já, staðavalið, það er pólitík sem þarf að stíga þar inn í og ákveða hvar viljum við byggja. Ég held við eigum að byggja frá. Það er núna í skipulagi svæðið, undir skóla sem einhvern tíma kemur og leikskóla. Niður frá myndi það alltaf tefja framkvæmdinum töluverðan tíma því plássið er ekki til staðar eins og núna eins og stendur. En eins og kemur fram líka í skýrslunni að þá þarf að hefja vinnu við skipulagningu. Hvar ætlum við að byggja næst? Við svo sannlega þurfum að byggja aftur leikskóla einhvern tímann sem kemur þá fyrir Teigasel og hvar viljum við sjá hann? Því það er ekki eitthvað sem við hristum fram. Því svona þetta þarf stóra lóðir og það er ekki á lausu niður í bæ. En sjálfur er ég alinn upp að niður frá og ég deila alveg þessari skoðun með að við myndum vilja sjá skóla niður frá, en ég held að við bara höfum ekki tíma til þess að bíða. Einar var með einhverja útreikninga sem hann tók upp úr skýrslunni. Við tókum inn, það var ákveðið í skóla- og frístundaráði að líkt og í fyrra að bjóða þeim börnum sem fædd voru í maí leikskólapláss á meðan húsum leyfði. Inn í þeim útreikningum átti að vera 10 laus pláss til að taka við þeir sem var að flytja í bæinn og annað. Þegar að innritun kemur þá er ekkert laust pláss fyrir börn í maí og við göngum á 4 af þessum 10 lausu plássum. Þetta gerist á tæpum 3 vikum. Þannig að, og leikskólinn eins og Einar sagði, leikskólinn er fullur núna og við getum ekki beðið held í mikið lengur. Við þurfum að hefja vinnuna og svo er það bara okkar að ákveða hvar viljum við setja niður. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Ragnari B. Sæmundssoni bæjarfulltrúa kærlega fyrir. Ég var í sjálfsög hitt að fara fram á það að hann svaraði mér í sjálfsög. Ég var svona að fara fram á það að þeirra og áðurum við tækjum ákvörðun og þá myndi þetta liggja fyrir. En Ragnar er bæjarfulltrúi, hann stendur alveg fyrir sínu. En það sem ég var að reyna að koma inn á að við erum með pláss fyrir 441 barn samkvæmt skýrslunni
og samkvæmt því sem ég hef úr skýrslunni líka, þá eru á næsta vetri í þeim 4 árgangum sem að við höfum sett fram að við tryggjum leikskólapláss verða 375 einstaklingar og það er bara eins og Ragnar Bæjarfulltrúi kom hér inn á að það er náttúrulega bara pólitísk ákvörðun hvað við gerum og við tókum ákvörðun það að leyfa yngri börnum að koma inn í þau pláss sem að voru laus til þess þó að nýta plássin og það er ekkert sem segir að við þurfum að taka inn þessi yngri börn. Það krefst þess líka að við þurfum í rauninni meira pláss og meira starfsfólk og það er í sjálfu sér pólitísk ákvörðun og þar af leiðandi miðað við þann fjölda og ef að það er að fækka í árgöngunum þá er ekkert víst að við þurfum að fara að byggja leikskóla. Það er ekkert sem að kveður á það að við þurfum að taka sem sagt niður í eins árs. Þannig að það er sem sagt pólitísk ákvörðun hvað við gerum í sjálfu sér og sú ákvörðun gæti alveg verið það að við myndum ekki byggja leikskóla. Heldur bara að taka þessa 4 árganga inn í leikskólan og hafa þá nokkuð pláss fyrir þessi börn sem að flytja til og það er alltaf einhverju sem flytja í burtu og það hefur svo sem gengi ágætlega en eins og ég segi ég er ekkert á móti því að en ég verð að hafa einhver rök fyrir því að við þurfum að byggja og hvar við eigum að byggja. Þannig að ég vil meina í rauninni að við höfum alveg tíma til að skoða málið og ég hef nefnt áður að við ættum að huga að því ekki kannski bara vera að horfa á einhver svæði sem eru auð, heldur einhver svæði sem að við teljum að myndi henta fyrir leikskóla og ef það einhverjar eignir þar fyrir þá þetta bara spurningin það að bærinn fylgist með ef að það kemur í sölu og annað að við kaupum þar eignir. Það er ekkert sem að segir að við getum ekki keypt upp eignir í kringum til dæmis Teigasel og stækka þann leikskóla. Það eru húseignir þar í kring sem að væri alveg hægt að kaupa og lóðir og sameina. Það er þá náttúrulega að leggja í einhverja vinnu að finna þessar lóðir og þá rétta staðsetningu. En ég vil alveg meina að við höfum ágætis tíma nema við tökum það ákvörðun að fara að taka inn yngri einstaklinga í leikskólana og þar af leiðandi erum við að fylla þau pláss sem við höfum. Takk fyrir. Takk fyrir Bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar þeir sem á okkur hlýða. Þetta er náttúrulega allt bara pælingar og eins og bæjarfulltrúi Ragnar kom inn á þá er bara margt sem mæli með staðsetningunni upp í Skógahverfi. Sérstaklega eins og ég segi, við erum að fara að færa Garðasel, það er stefnan og er tillagan að færa Garðasel þar sem grundaskóli er í húsnæðisvanda en það er svo sem búið að ræða þetta en að því að við erum að tala um rýmin að þá kemur fram í skýrslunni að við erum að bjóða í rauninni börnunum upp á Akranesi upp og of lítið rými. Í öllum viðmiðum sem hefur verið að skoða mörg bæjarfélög núna er að skoða rýmin hjá sér og þá hefur verið að miða við 3,5 fermetra per barn. En við erum bara rétt í 3 á Akranesi. Og það í rauninni þýðir bara svolítið að ef við ætlum að
bæta aðstæðurnar fyrir börnin, starfsaðstæðurnar, þá þurfum við að fækka börnum á hverri deild. Þróun á vistunartíma barna hefur breyst rosalega mikið og bara næstu því öll börn sem eru á leikskólanum eru 8 tíma eða 8,5 tíma á leikskólanum á dag og það er í rauninni bara mikilvægt fyrir okkur að við séum að bjóða upp á góðar aðstæður fyrir börnin, það sé ekki of mikið áreiti og álag fyrir þau að vera þar allan daginn. Og svo sem varandi það að taka inn yngri börn, þá finnst mér í rauninni bara mjög mikilvægt að við gerum það og höldum áfram að þróa það og taka inn yngri börn, það er bara mikið ákall það frá foreldrum. Þannig að mér bara finnst mikilvægt að við horfum í þá átt. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Fyrst langar mig að koma með, mig langar að tala undir hóp lið 2 í þessari fundargerð. Það er rétt að taka það fram. Mig langar að koma með smá ábendingu bara til bæjarstjórnar og þá sem skipa í starfshópa yfir höfuð. Að ég því miður tók ekki eftir þessu þegar að við lögðum í þessa vegferð að vinna þessi leikskólamál, en ég sat í þessum hópi starfshópinn, en þar er sagt tilgreint og notað orðið allt hefur áhrif á þarfir hagsmunaaðila í leikskólanum og notað orðið allt er gríðarlega sterkt og gefur einmitt færi á því að tala að upplýsingar vanti í skýrsluna því að þegar þú hefur svona vegferð þá einhvern veginn verður að ramma inn hvað þú ætlar að vinna út frá hvaða forsendum þú ætlar að ganga og hvaða upplýsingar þú ætlar að nálgast vegna þess að allt þýðir endalaust. Því að það er aldrei, þú getur aldrei skilgreint allt. Þannig að ég hvet ykkur öll eindregið til þess að þegar að næsti starfshópur sem eru skipaðir og þeir verða margir í náinni framtíð og ókominni framtíð að gæta orðavali því að það býður upp á ansi margar spurningar þegar að skýrslum áskila og gerir starfshópum erfitt fyrir vikir þannig að það sé sagt. Einar Brandsson bæjarfulltrúi og varpaði fram nokkrum spurningum og vangaveltum sem að hann talar og sem nokkuð góðar en það eru svona viss atriði eins og hann talar 2 skólakerfi, það er ekki 2 skólakerfi á Akranesi, þegar sóttur leikskólapláss á Akranesi þá sækjum fyrst á annað val og við á Akranesi höfum verið það heppin, það lánsum undanfarin misseri og ár og ég vil ára 10 að ég þekki ekki allan til þess og hef ekki fréttir af því að nokkur hafi ekki fengið fyrst eða annað val inn á leikskólanum á Akranesi sem er mjög jákvætt. Leikskólarnir eru 4 á Akranesi, 3 af þeim voru byggðir fyrir tvísetin leikskóla þegar börn voru 4 til 5 tíma á dag í leikskólanum. Í dag eru 97% sem eru 8 tíma eða lengur en á leikskólanum. Þannig að börnin eru í byggingu sem voru ekki byggðar fyrir þá starfsemi sem er rekin þar í dag. Það er nánast 100% nýting á leikskólanum. Það var tekin svo ákvörðun fyrir á síðasta kjörtímabili að flýta inngöngu eða taka fyrr inn í leikskólanum til þess að mæta þeim vanda sem blasti við hér er snýrað dagforeldrum og tel ég það að vera mikið gæfuskref fyrir Akranesinga og það þjónustu sig sem maður vill sjá hérna á Akranesi. Þannig að það er mjög ánægilegt. Við sjáum líka að við inntöku núna þurft að bakka aðeins með hvernig það var tekið inn í fyrra og það er gott að hafa þennan sveigjanleika en vont fyrir þá sem lendi í honum og það var gert með það fyrir augum að skilja eftir 10 pláss en nú er eingöngu 6 pláss að því laus fyrir haustið. Þannig að það er þannig. Fjöldi í árgangjum er cirka bát 95 pluss mínus 10 börn en fæstir árgangar hafa farið undir 90 þar sem af er og hortir tilbaka og fram á við. Það voru engin árgangur undir 90 heldur tegja sig frekar yfir 100. Einar talaði að hann hefði verið í árgangi sem taldi 100 krakka. Ég kom hann nokkur ára eftir honum í Brekkubæjarskóla og við vorum 136 að mig minnir sem er stærsti árgangur sem Akranesingar hafa gefið af sér. En það kom hann upp í miðri olíukrísu ef einhverju muna
þannig að eitthvað var fólk að gera því að ekki var komin hitaveita á Akranesi á þessum tímum, þannig að það svona og það rosalega erfitt að spá fyrir þetta, en ef við horfum á mannfjöldaspána sem birt í skýrslunni þá sjáum við að frá 2013 erum við svona í lægri kanti spárnar, ég veit nú ekki hvernig að segja þetta einu sinni, en svona nálgumst meðaltalið þegar að líður á, en í dag erum við komin upp að hámarkinu, samt bjartsýnisspánni, þannig að líkun lætur og það greinilegt að gjaldfrjáls göng eða frítt í göngin hafi séð að skila sér ansi hratt í íbúðaþróunin á Akranesi. Hvort að þetta eru barnafjölskyldur mikið eða ellismellir eða hvað þetta sem að flytja hingað, það rosalega erfitt að spá fyrir það, rosalega erfitt. Hvernig þau munu dreifa sér bæinn, þessir 8.000 sem verða hérna eftir cirka 5 ár, það rosalega erfitt að segja til það, en ef við horfum á það byggingar og þann byggingar framkvæmdir sem hafa verið og í bígerð, þá það mikið á nýja svæðinu upp í Skógarhverfi. Þar að rísa fjölbýlishús, þar Bjarg að fara opna núna 33 íbúðir að koma með inn á markaðinn og fleiri svona fjölbýlis og blokkar íbúðir í byggingu miðað við neðri skagann. Þannig að staðarvalið er ágætt og mæli ég eindregið með því að Skógarhverfi verði, því að ég ekki sammála því að við höfum tíma, við höfum alls engan tíma. Ef við ætlum að geta veitt þá þjónustu sem við viljum veita á Akranesi og geta tekið við þeim nýbúum sem hinga að flytja, hvort sem það eru gamli skagamenn eða ungi skagamenn að flytja aftur eða ungi skagar sem kjósa þess að búa frekar á Akranesi heldur en að flytja til Reykjavíkur í háskólanum og svo framvegis, að við þurfum að hafa svigrúm til þess að geta tekið á móti þessu. Fyrrum bæjarstjórnum tókst vel til, segi ég, þegar að Akrasel var byggt á sínum tíma, en þá var ráðist í að byggja leikskóla sem tók við öllu þeim fjölda sem þurfti og vel það, og ef mér minnir rétt að þá hafði 2 deildistaðir auðar þegar sá leikskóla var opnaður. Ég hef ekki boðið þá aðstöðu sem hefur komið upp á Akranesi í hruninu í raun og veru og í þeim árum sem þar komu eftir, af því að þá var ekki til fjármagn til þess að fara í byggingu leikskóla. Þannig að svigrúmið hefði ekki verið neitt hjá okkur til þess að taka þó við þeim fjölda sem hefur bæst við í sveitarfélagi okkar. Þannig að það svona, segir mér að við höfum ekki tíma til þess að bíða, velta okkur mikið upp úr þessu, heldur þurfum við að akta og bregðast við. Einar talaði umferðina, sem sagt að stór hluti eða atvinnu starfandi á Akranesi væri á neðri skaganum. Ég tek undir það að þar okkar eitthvað fallegasta eða flottasta og merkasta fyrirtæki starfrækt í dag, Skaginn 3Rex ásamt Slipnum eða Þ og E, sem er mikið. En við mögum ekki gleyma því heldur að yfir 1100 skagamenn keyra út úr bænum vegna starfa sinna, hvort sem það inn á Grundartangasvæði, inn á Vesturland, Reykjavíkur eða í nám. Þannig að Skógarhverfi lítur ágætlega út þegar að hortir í það. Varðandi Teigasel, þá það í skýrslunni mitt að starfshópurinn leggur til að nú þegar verður hort til nýs staðarvals fyrir Teigasel til þess að útfæra þá hugmynd að byggja upp Garðasel sem nýja leikskóla, því að það einu sinni þannig það auðveldara að flytja menning og kúltúr inn skóla yfir í nýja byggingu heldur en að byggja nýja skóla með nýjan kúltúr og menningu. Það auðveldar ofta tíðum að byggja það þannig upp. Ég vona að ég hef svarað Einari að einhverju leyti og þeim fyrirspurnum sem hann var með og kannski varpað nánari ljósi á þetta og þakka fyrir mig. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða.
Þetta áhugaverð umræða og held ég hún alveg rétt á sér, enda þetta bara mat þessa starfshóp sem svo sem ekki bindandi fyrir pólitíkina heldur ráðgefandi og og munum við væntanlega sem sagt í allri bæjarstjórninni vinna frekar að þessari skýrslu og þeim gögnum sem eru í henni. Ég velti fyrir mér einu sem kannski ekki verið rætt hér en formaður starfshópsins Bára Daðadóttir einbraði þó aðeins á þessu hér áðan að það rými og þessi viðmun sem verið að horfa til. Ég velti fyrir mér ef að við færum alla þá leið sem starfshópurinn leggur til að þegar komin nýr leikskóli hann þá bara orðinn fullsetin af því við erum að fara að fækka jafnvel deild á einum leikskóla og rýmka til. Þannig ég velti þessu bara fyrir mér og það þarf ekkert að koma svar þetta. Þetta svona og þegar Ragnar B. Sæmundsson nefnir líka hér að við þurfum þá bara að fara að huga strax aftur að nýjum leikskóla og það kemur líka fram í skýrslunni, þá ágætt að minnast á það líka að sveitarfélög sem hafa verið í svona vaxtarverkjum eins og við að vera að fjölga ört og að hafa farið í miklar uppbyggingu og mikla steypu að þá hafa jafnvel setið uppi með hálftómar byggingar að því þróunin var ekki á þá leið eins og þeir héldu. Þannig að höfum það bara svona bak við eyrað þegar við förum að taka ákvörðunir lengra inn í framtíðina. Mér finnst nú líka að fara aðeins á því að ungt fólk að kaupa eldri eignir í bæ, þannig að mér finnst líka það allt í lagi að það komi fram að sé ekki allt bara unga fólki upp í hverfi af því að maður heyrir alveg töluvert af því sem bara virkilega ánægjulegt. En þá langar mig kannski bara að lokum að minnast á skýrslu sem starfsmaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði sambandsins, tók saman stöðu sveitarfélaga í kjölfar þess ef að fæðingarorlof verið lengt og formaður skóla- og frístundaráðs nefnir hér að við eigum að stefna að því að taka inn yngri börn, það sé ákall á meðal foreldra og maður skilur það alveg að vissu leyti en það væri held ég gagnlegt fyrir skóla- og frístundaráð að taka þessa skýrslu og fjalla hana í skóla- og frístundaráði af því þar kemur fram að ef þetta verður raunin að fæðingarorlof er lengt og að gerð krafa til sveitarfélaga að fara að brúa þetta bil, þá alveg ljóst að stærsti hluti sveitarfélaga eða alla þeirra sem eru fjölmennust, yfir 60% eru bara mjög illast í stakk búin að takast á við svona óbúslega stórar áskoranir. Og þar erum við að tala allavega 9-10 stærstu sveitarfélögin. Þannig að en þessi skýrsla ætti nú væntanlega að vera aðgengileg og hvet ég bara formann skóla- og frístundaráðs að taka í raun þessa skýrslu inn á fund og fjalla hana, þetta bara gagnlegar upplýsingar og ég alveg viss það að við getum svona allavega verið margsvísari eftir að hafa skoðað það. Þannig að við séum í hópi þeirra sveitarfélaga sem erum kannski ekki vel í stakk búin til að taka á móti 12 mánaða gömlum börnum og með tilheyrandi aukakostnaði og í rauninni húsnæðisskorti. Takk fyrir fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo ekki og þar með 107. fundargerð skóla- og frístundaráðs lögð fram
tilkynningar. 5. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.008. Þetta er fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram 3 fundargerðir. 114. fundargerð frá 20. maí síðastliðnum, 115. fundargerð frá 27. maí síðastliðnum og 116. fundargerð frá 3. júní síðastliðnum. Og orðið er laust þessar 3 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þar sem að ég hef verið spurður svona töluvert oft núna síðust dagana hvernig gangi með fimleikahúsið, það á áætlun og allar þessar spurningar og það er allavega 2 liðir þarna inn í þessum fundargerðum sem að koma inn á fimleikahúsið. Ég veit ekki hvað fundarritari vill setja, hvar hann vill setja þetta en mér langar að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson, hvort hann gæti gefa okkur svona stutta skýrslu stöðuna og hvort við séum áætlun. Og þar sem ég nú komin upp að þá er ákveðið mál sem að var að vísu í fundargerð bæjarráðs líka. Það eru hér hleðslustöðvar, þetta er 4. liður á 114. Ég er svona, veit ekki hvort ég er að kasta einhverju sprengju hérna fram og menn ætluðu að hafa stuttan fund en ég hef svona síðustu vikur og mánuði orðið svolítið efasemdamaður þessa rafbílavæðingu og sé kannski ekkert að því að fólk velji sér að keyra á rafbílum og nýta þá rafmagnið okkar. Að því leytinu til er það gott. En miðað við það sem maður hefur svona verið að lesa og fylgjast aðeins með að þá eru til efasemdamenn það að þetta sé framtíðin og kannski að þetta sé, hvort þetta sé æskilegt að þetta sé framtíðin því að allt svona hefur sína galla og meðal annars er talað að í ákveðið efni í þessum bílum sé unnið í námum sem að börn vinna í. Við kannumst náttúrulega við þessa umræðu líka í sambandi við föt sem við kaupum og annað en við erum meðvituð það að þetta er ekki allt bara sem sagt bjart og annað að þá kannski er þetta fínt en eins og ég segi ég er orðinn svolítið efasemdamaður þetta því að við getum líka hort á alla þá innviði í rauninni sem þarf að setja upp fyrir þetta og mín sýn er svo að þetta muni ekki vera í rauninni framtíðin heldur munum við þá setja uppi með þá innviði sem að við munum byggja upp en þessi bílar eru í notkun dag og það er í sjálfsagt kannski fyrir bæjarfélagið sem slíkt að veita og ýta við þá því að þessi þjónusta sé til staðar en við getum ímyndað okkur það ef að þarf að hlaða rafbíla fyrir alla Íslendinga ef við værum nú öll á rafbílum og værum að ferðast
hringinn í kringum landið og allir útlendingarnir á bílalegu bílunum að ef við horfum bara á ímyndið ykkur all þau hlöð sem þarf hringinn í kringum landið til þess að það gangi upp að fólk agnúast út í bensínstöðar hér og þar en hitt náttúrulega í miklu meira mæli áberandi. Ég hef ákveðnar skoðanir, ég ætla ekki að fara út í þær hér hvað við ættum að gera við rafmagnið til þess að búa okkur til eldsneyti. En það allavega ekki í þessari vegferð sem að mér svona sýnist flestir vera á eða í. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, forseti og bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson komir upp með góða spurningu. Hann spurði tímaáætlun á Fimleikahúsinu, hvort hún stæðist. Nei, það búið að semja 8 vikna seinkun. Í dag miðað við 1. mars. Það kemur aðalega til vegna þess að það var töluvert niður í fleigun sem þetta fara í þarna. Og svo hafa bara komið fram eins og oft þegar verið að byggja nýtt við gamalt að það ekki allt eins og það sýnist þegar rifið frá. Það hafa komið fram tafir en þetta á mjög góðu róli núna, þetta fór hægt á stað en menn að vinna mjög vel og okkar fólk hér á skipulagssviðinu á í mjög góðu samskiptum við verktakana, þannig að þetta lítur allt vel út. Þegar kemur að rafmagninu og rafmagnsbílum þá ætla ég bara að taka Einar á orðinu og stefnum að því að ná landsleiku eftir og ég held við bara byrjum ekkert á þessar umræðu. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það er fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Svo er ekki og eru þar með fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs nr. 114, 115 og 116 lagðar fram. Þá erum við komin á 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.01.006. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og hér er að ræða eina fundargerð nr. 107 frá fundi sem framfór þann 5. júní síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls varðandi þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs og er hún þá hér með lögð fram. Nú vil forseti óska eftir að fá að stíga niður úr sæti sínu fyrir næsta fundarlið og óska eftir því að annar varaforseti stýri umræðum undir 7. lið. Já, það er liður 7, 19.01.02.1, fundargerðir 2019 Orkuveita Reykjavíkur, fundargerð nr. 274, það er frá fundi sem var haldinn 8. apríl 2019. Og orðið er laust fundargerðina og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem hefur beðið að taka til máls og gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Þá skellti tölva mín sér akkurat í lás og ég sem var búinn að undirbúa mig svo vel.
Ég ætla aðeins að koma inn á nokkra punkta í þessari fundargerð frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur frá 274. stjórnarfundi sem var fyrsti fundur sem að ég satt í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ég ætla að ræða hérna annan fundalið, fjármálahornið svokallaða. Þar var komið inn á nokkra hluti varðandi hérna fjármál Orkuveitunnar, fjármögnun og vinnum við skoðun uppskiptingar á ON eða Orku náttúrunnar. Fyrst hérna nokkur atriði varðandi fjármögnun að þá fór fram útboð á grænu skuldabréfum 4. apríl og gekk vel. Það voru tilboð tekin að fjárhæð 2110 milljónir á ávöxtunarkröfunni 2,29% og svona til samanburðar má geta að ávöxtunarkrafa í fyrra útboði í febrúar var 2,60%. Þannig að þetta tókst vel til. Einnig var þarna kynntur fyrir stjórn möguleiki á að greiða upp eigendalán. En eins og bæjarfulltrúar þekkja að þá veittu eigendur, það var það hluti af planinu að eigendur veittu Orkuveitunni verðtryggð lán til 5 ára á sínum tíma, 8 milljarða á árinu 2011 með 4,25% vöxtum og 4 milljarða árið 2013 með 3,05% vöxtum. Og fram kom þarna og var kynnt fyrir stjórn að ef að fyrra lánið, þetta 8 milljarða lán yrði greitt upp núna, sem væri þá fjárhæð 7,2 milljarðar, að þá yrði ávöxtunarkrafa á sambærilegum skuldabréfaflokki á markaði 2,10%. Þannig að árlegu vaxtasparnaður geti orðið 155 milljónir. Og þetta hljómar alveg mjög vel, allavega eins og þetta var kynnt þarna fyrir stjórn, en engin ákvörðun tekin þarna. En þetta allavega svona féll í góðan jarðveg. Einnig var þannig að farið yfir fjárhagsleg markmið OR og dótturfélaga og svona stutta útgáfan af því einfaldlega sú að öll markmið eru vel yfir þeim mörkum sem sett eru af eigendum og til þess gerða að tryggja lánshæfi og að tryggja langtíma fjárhag fyrirtækisins. Lítur allt vel út og ég get sent bæjarfulltrúum nánari svona útskýringu á þessu ef þeir hafa áhuga á. Svo var þarna farið í hugmyndir skiptingu á ON, en það sem sagt komin upp óvissa það að Orka náttúrunnar eða ON megi halda bandaríkjadollar sem starfrækslumiðli. Þar sem að tekjur í íslenskum krónum hafa hækkað hlutfallslega meira en tekjur í bandaríkjadal og gjaldmiðill sem hefur megin áhrif á söluverð það sem að litið til við ákvörðun starfrækslumiðil og íslenska krónan einfallega að verða sá gjaldmiðill í hlutfalli Orku náttúrunnar, en ekki þó alfarið, þannig að það var farið í að leita ráðgjafar hjá KPMG og 5 leiðir skoðaðar og tillaga fjárreiðudeildar Orkuveitunnar að ON verði skipt upp í 2 félög þar sem annað verði rekið með íslenska krónu sem starfrækslumiðil og hitt verði áfram með Bandaríkjadal sem starfrækslumiðil. Krónufélagið verði í raun og veru aðalfélagið, en dollarafélagið verði í raun mannlaust félag, sama stjórnin yfir báðum og ekki sérstakir stjórnarfundir, þannig að yfirbygging eykist ekki. Og þetta hefur ákveðna kosti en einnig ákveðna galla, en þetta svona allavega metið sem skynsamasta leiðin til að fara að þessu sinni. Ég
Já, ég svona reyndi að vinna í því að fá hérna kynningu á þessu en fyrir bæjarstjórn, en svo hafa bara komið önnur atriði fram og stærri í tilfelli Orkuveitu Reykjavíkur sem að verða kynnt fyrir bæjarfulltrúum sérstaklega síðar. Takk fyrir. Við þökkum Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir þessa yfirferð og orðið er laust fundargerð Orkuveitunnar og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir ágætu yfirferð á fundargerðinni. Kannski svona í upphafi langar mig að vera með eina spurningu af hverju hefur íslenska krónan vaxið að vægi? Er eitthvað að breytast í samningu fyrirtækisins? Er notenda hlutfallslega að breytast á eitthvað nótt? Hafa dottið út einhverju stórnotendur eða ákveður að skipta gjaldmiðil eða hver er ástæðan? Svo langar mig til að spyrja hvort það standi til að virka eitthvað meira af orku á vegum orku náttúrunnar. Mér minnist þetta á síðasta kjörtímabili þegar við vorum hér að reyna að berjast fyrir raforku í verkefni sem að gekk undir heitinu Sólarkísilsverksmiðjan á Grundartanga og þá fannst mér ákaflega athyglisvert að við fórum í heimsókn upp í Hellisheiðarvirkjun sem er ákaflega flott mannvirki og tæknilega ákaflega fullkomið. Það spurði ég fyrirsvarsmann Orku náttúrunnar hvort að hann hefði af hverju hann verið að halda svona fallega kynningu fyrir okkur afkastagetu verksmiðjunnar og hvernig Orka náttúrunnar stæði að framleiðslu orku og svo kemur bara í ljós að þeir ætti ekki eitt einasta megawatt til að selja, bara ekki 1 megawatt til að bjóða og enga síður voru engin áform hjá fyrirtækinu að auka eða bæta við í að framleiða meira. Eina sem að stóð til í rauninni að gera var að tryggja að sú orka sem þegar var verið að framleiða á heiðinni að það myndi ekki draga úr henni með því að bora viðbótar holur af því að það sýndi sig að eftir við fórum á skarta staði í upphafi þannig að það minnkaði þrýstingur í holum. Nú kunna hafa verið fjárhagslegar ástæður fyrir því á þeim tíma að það var kannski ekki skynsamlegt að virka akkurat þá en ég hef eins og nokkuð góðar upplýsingar að það verð sem verið var að bjóða í samningum við Sólarkísilsverksmiðjuna var töluvert hærra heldur en til dæmis var í þau framleiðslufyrirtæki sem höfðu samninga fyrir. Þannig að mann svona þykir pínu dapurt að Orkuveitan skuli ekki hafa einhverja svona lengri framtíðarsýn gagnvart varmaorkunni að virkja meira því það eru klárlega tækifæri til að virkja meira þó það verði kannski ekki alveg akkurat á næstu árum. Þá held ég að menn ætti að rannsaka betur það svæði sem verið að nýta í Henglinu meðal annars og skoða hvort það ekki sé ástæða fyrir Orku náttúrunnar að hasla sér frekar í völl á þeim einokunarmarkaði leyfi ég mér að segja. Ég ætla að kalla það einokunarmarkað, við fyrir betri yfir þá eftir sem í framleiðslu raforku á Íslandi í dag. Allavega gagnvart stórum orkufrekum iðnaðarfyrirtækjum. Við þökkum bæjarfulltrúanum Ólafi Adolfssoni fyrir og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem ætlar að taka aftur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða.
Ég hef nú ekki fullkomin svör við spurningum bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar. Sú skýring sem að við fengum varðandi þessa aukningu á tekjum í íslensku krónu var einfaldlega sú að sú aukning sem að orðið hefur á viðskiptum hafi öll verið í íslenskum krónum. Fjölgun viðskiptavina væri öll í íslenskum krónum. En hvort að það fækkun á hinn bóginn, það kom ekki fram en ég get að sjálfsögðu spurt betur að því. Varðandi áformum að virkja meira, ég held að það sé bara full ástæða til að halda þessari spurningu lifandi. Ég búinn að sitja 2 stjórnarfundi og þetta hefur ekki komið til umræðu en ég hef þó svona heyrt það í umræðunni að fólk virðist vera almennt á því að stórvirkjanir eins og Hellisheiðarvirkjun séu ekki inni á neinu teikniborðin. Heldur myndum menn miklu frekar horfa til smærri virkjana með færri brunna til að fæða hverja fyrir sig, smærri og dreifðari. Sem að voru auðvitað síðan framtíðarplöninu upphaflega þegar að Hellisheiðarvirkjun var byggð og það voru framtíðarplönu þau að byggja síðan smærri virkjun við Hverahlíðina en svo horfið frá því og þær holur sem að þar eru voru tengdar yfir í Hellisheiðarvirkjun og svo átti að byggja aðra smærri einnarvélarvirkjun inn á Ölkelduhálsi. Þetta voru framtíðarplönu þegar að Hellisheiðarvirkjun var keyrð í gang á sínu tíma en eins og ég segi, það hefur ekkert verið farið í borun inn á Ölkelduháls og holurnar við Hverahlíð voru tengdar inn á Hellisheiðarvirkjun til að mæta þrýstingsfallinu þar sko. Þannig að það hefur ekki verið rætt um frekari virkjunaráform í stjórn Orkuveitunar á þessu 2 fundum sem að ég hef setið en ég held að sé full ástæða til þess að halda þessari spurningu lifandi. Takk. Já, við þökkum bæjarfulltrúanum Valgarði L. Jónssoni fyrir þetta og orðið laust fast að gefa merki og það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem ætlar að taka til máls. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Valgarði L. Jónssoni fyrir svörin og ég svo sem vissi nú hluta af þessu svari en vildi enga síður heyra það frá bæjarfulltrúanum. Ég tel að Orkuveitan eigi í rauninni að horfa til þess að virkja meira. Auðvitað er þannig samt að það þarf að vera not fyrir orkuna og því hefur nú allavega verið haldið að mér þegar ég satt fundi Orkuveitunar af forstjóra Orkuveitunar að það væri til nóg af orku á Íslandi. Það væri til nóg af orku á Íslandi. Enga síður var það þannig að okkur tókst ekki að útvega 25 megawatt fyrir sólarkísilsverksmiðjuna. Fengum hvergi vilyrði fyrir því. Og það var ekki til margra aðra að leita. Það var Orkuveitan, það var Landsvirkjun og HS Orka. Nú, eitthvað af þessu var vegna þess að það var búið að taka frá ákveðna orku sem var ætluð í álveri í Helguvík sem ekki nýttist. En þetta er nú allt partur svo sem að sögunni. Mér langar til að gera hérna aðeins að umtalsefni og hérna er kannski að fara örlítið á skáið í þessu máli af því að ég ákvað að skoða ákveðna fundaliði í fundagerð Bæjarráðs sem mér finnst í rauninni eiga ágætlega við undir þessum lið. Það eru þeir fundaliðir maður rétt að var 8 eða 9 eða 7, 8 og 9 7 og 9 allavega. Það sem að ég og Ragnar við Sæmundsson mættum á fund Bæjarráðs
undir lið 8 og lið 9 og ræddum meðal annars mál með Grundartangasvæðisins. Það hefur setið mjög þungt í mér svo niðurstaða sem að teiknast upp varðandi rafmagnsverð til Elkem. Og nú er það þannig að við höfum svo sem ekki fengið að vita allt sem við gjarnan vildum vita nýtt raforkuverð til Elkem. Það er hins vegar alveg ljóst að það verður gríðarlega áskorun fólkin í því fyrir fyrirtækið að mæta þeirri hækkun sem að gerðardómurinn ákvað. Og það er eiginlega alveg óskiljanlegt. Af hverju þessi verð eru leyndarmál? Það er algjörlega óskiljanlegt. Og ég velti fyrir mig hvaða hagsmunum það þjónar. Ég sé ekki að það þjóni hagsmunum fyrirtækjana. Ég bara sé það ekki. Sérstaklega ekki ef að verðin eru orðin á pari eða nálægt því sem gerist til dæmis í Evrópu. Nú, þessir aðalar sem í fyrirsvari fyrir þessi fyrirtæki hafa til dæmis sagt í mín eyru að þeir gætu fengið ódýrari verð eða hagstæðari verð. Væri verksmiðjan til staðar til dæmis í Noregi. Og fyrir ekki svo löngu síðan skrifaði Ketill Sigurjónsson að mínum að mjög góða grein þar sem hann var að fjalla raforkumarkaðinn á Íslandi og stöðun á honum eins og hún er. Ketill þessi er margfróður og hefur skrifað margar greinar orkumál á Íslandi og hefur þessar mundir starfað á vegum fyrirtækja sem eru í því að virkja vindinn. Og hann talar að ef til vill séu verð af hálfu Landsvirkjunar komin á þann stað að það verði í rauninni vindorkan sem að muni nýting á vindorkunni sem muni gera þessum fyrirtækjum kleift að starfa á Íslandi. Og það finnst mér ansi áhugavert. Ég las grein eftir Vilhjálm Birgisson eða fésbókafærslu eftir Vilhjálm Birgisson og verkalýðsleiðtogann okkar og hann er nú svo sem ekki þekktur fyrir að tala annað en íslensku og margt í hans máli sem tengist orkufrekum iðnaði á Grundartangasvæðinu er vel ígrundað. Ég er ekki að segja allt en mjög margt af því sem hann segir er vel ígrundað og hann er ágætlega inn í hlutum og vel inn í hlutum. Hann hefur staðið í fjölda ára að semja við fyrirsvarsmenn þessara fyrirtæki laun handa sínu starfsmönnum eða starfsmönnum sem eru í verkalýðsfélaginu og honum hefur tekist það vel. Og þegar maður horfir á samsetninguna á störfum og launin sem verið að greiða, þá kemur í ljós að það er verið að greiða mjög hagstæð laun inn á Grundartanga. Og það skiptir okkur rosalega máli, af því þetta er útsvarið okkar. Við höfum 60% af vinnaflan innfrá, við höfum áður rætt það hér. Ég nefndi á þann að hér á markaði, raforkumarkaði, væri eitt fyrirtæki sem er í algjörli sérstöðu og ég leyfi mér að segja að það er í einokunar stöðu á íslenskum orkumarkaði. Það fyrirtæki heitir Landsvirkjun og er í eigu okkar, Íslendinga. Og ég verð að segja það að mér finnst með hreinum ólíkindum. Í fyrsta lagi við skulum ekki að setja okkur orkustefnu fyrir og í annan stað að fyrirtæki í rauninni geti ákveðið það. Landsvirkjun það er að segja, geti ákveðið það hvort að fyrirtæki hér, til dæmis í okkar umhverfi, lifið eða dey. Það er algjörlega ljóst í mínum huga að svo áskorun sem blasir við Elkem núna, hún verður ekki auðveld og fyrirtæki mun þurfa að fara í aðgerðir til þess að mæta þessu. Og hvernig haldið að þær aðgerðir verið útbúin? Það snúast auðvitað mestu leyti það að lækka kostnað á móti. Lækka kostnað á móti. Og af hverju þá verið að taka? Við getum skoða liðina sem eftir eru. Það er væntanlega launaliðurinn einhvers staðar. Þjónustukaup. Viðhald. Hugsanlega hagkvæmari ferlar. Þetta leiðir allt í vasan hjá okkur meira og minna. Hörður Árnason svarar í Morgunblaðsgrein í dag, eða í grein á MBL, þá svarar hann hérna
máli Vilhjálms Birgissonar á Facebookinu daginn. Og það margt af því sem hann segir hérna sem mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að aðili láti út úr sér verandi forstjóri í einokunar fyrirtæki á raforkumarkaði. Þeir eru að tala um stórnotendur. Það engin annar sem getur selt en einu orku í þessum mæli. Hvert leita fyrirtækin ef þau vantar orku? Hér. Ef þau vantar 20 eða 30 megawatt. Hvert fara þau? Þau hafa Landsvirkjun, þau hafa engan annan. Og hafi svör bæjarfulltrúa Valgarðs Líndals Jónssonar hér á hann leitt eitthvað í ljósur okkur, þá var allavega það að Orkuveitan ekki með í þessu spili. Þetta aðili sem í rauninni stýrir því. Hann stýrir því bara hvað verðið Hann ákveður það. Þannig að það ekki við neitt annan að semja. Og hann segir hér, með leyfi forseta, í þessari grein, það ýmislegt í þessu sem að mínum mati ekki alls kostar rétt, segir Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Hann útskýrir að framlengingu á 40 ára gömlum samningi hafi verið að ræða og hækkunin hafi komið til af því að verðið hafi verið mjög lágt fyrir. Eftir tilraunir til þess að semja beint nýtt raforkuverð hafi verið ákveðið að vísa verðákvörðunin til gerðardóms. Hver vísaði ákvörðunin til gerðardóms? Var það Landsvirkjun? Var það sameiginlegt af hálfu þessara tveggja aðila? Eða var það ef til bara Elkem, en þessi komist ekki lengra? Hann segir hér líka að hann hefði viljað að fá hærra verð. Nú erum við að tala um það að það sé áskorun fyrir Elkem að mæta þessari hækkun og jafnvel verulega áskorun. Hvað hefði þá gerst ef að Hörður hefði fengið það verð sem hann vildi fá? Þetta aðili, takið þetta því. Hann ekki með fyrirtæki sem í markaðsráðandi stöðu og ætti þar ekki tjá sig með þessum hætti. Hann fyrirtæki sem í einokunarstöðu. Hann hefur öll spil á sinni hendi. Og ég skora á okkur bæjarfulltrúar að fara nú í gegnum nokkra fundum Landsvirkjunar sem hann hafa verið að halda síðastliðin misseri og ár. Og það eru þannig núna, þeir eru með sér hættir að leyfa spurningar utan á sal. Manni líður þegar maður fer á þessa fundi eins og maður sé fara á fundi í Krossin. Það eru bara þeir aðilar sem að tala þarna sem að eru viðhlæðendur forstjórans og stjórnunum. Það ekkert flókið. Það einu aðeins sem tala. Ég held að það sé þannig með okkur hér á Akranesi sem eigum þetta mikið undir að við eigum að styðja þau fyrirtæki sem eru hér í okkar lögsögu eða tengjast okkar atvinnulífi á einhvern hátt í þeirri baráttu sem þau eiga í núna það að ná skynsamlegu raforkuverði. Það má nefna það og hefur svo sem verið nefnt hér áður. Það risastórt verkefni á vegum Norðuráls á Tanganum sem uppbygging á nýjum steypuskóla sem hefði för með sér umtalsverða rekstrarbót fyrir fyrirtækið að framleiða verðmætari afurð, auka virði sinna framleiðslu, draga úr sveiflum og á sama tíma eru þeir að skaffa 50 störf fyrir utan þá þjónustu sem hér verður sótt. Það ekki þannig að við séum þeirra skoðunar að fyrirtækin eiga að fá allt gefins. Það enginn að tala um það. Þessi fyrirtæki eiga að borga sanngjarnt verð. En sanngjarnt verð fyrir raforku felst ekki í því að Landsvirkjun mergsjúi fyrirtæki með þeim hætti að það sé í rauninni sveitafélög sem sé að borga hana reikning. Og þeir guma sig að því hjá Landsvirkjun og þeir séu að leggja til í þjóðarsjóð. Eru við Vestlendingar, við Akurnesingar, Hvalfirðingar og aðrir, eru við að fara að borga hana þjóðarsjóð? Ég segi bara hreint nei við því. Ég búin að lofa því við fyrirsvarsmenn þessar fyrirtæki að vera til friðs í viku 10 daga. En ég sé ekki fram á hana, þannig að við þurfum að fara að láta okkur heyra. Og við þurfum að gera það með almennum hætti. Við hefum hér fullt af þingmann. Við hefum hér ráðherra.
Við erum með þessi hluti hópsins hérna með fyrirsvarsmenn í ríkisstjórn. Við eigum að láta okkar rödd heyrast á þessum stöðum og við eigum að sækja það mjög fast að þau fyrirtæki sem eru hér á okkar svæði séu í sanngjörnu umhverfi. Við erum ekki að tala meira, bara í sanngjörnu umhverfi. Og það á ekki að vera hægt í nútíma samfélagi, þar sem samkeppnislög gilda fyrirtæki eins og Landsvirkjun, að forsvarsmaður þess fyrirtækis geti hreinlega gefið út þá verðstefnu sem fyrirtæki ætla að rækja gagnvart stóriðunni öðrum til leiðbeiningar. Það er hreint út sagt með algjörum ólíkindum að Samkeppniseftirlitið skuli ekki hafa tekið það upp sem frumkvæðisrannsókn. Ég verð bara að segja það. Já, við þökkum Óla Adolfssoni bæjarfulltrúa fyrir þessa yfirferð og orðið er ennþá laust fundargerð Orkuveitunar. Það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þannig að ég afhendi bara forseta fundargerðinni lögð fram og bið forseta bara taka við og slíta þá fundi ef að ekki meira á dagskrá. Já, ég þakka varaforseta kærlega fyrir aflýsinguna. Dagskrá fundarins er tæmt. Ég þakka fundamönnum fyrir góða fundarsetu og góðar umræður. Fundið er slítið.